Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga byggði á dögunum þetta fallega hús sem hérna bak við mig. Það búsetukjarni fyrir fólk með fötlun, stendur hérna á fallegum stað með Breiðafjörðinn í fangið. Jón Haukur ætlar að hitta okkur hérna inni og segja okkur frá því hvaða máli svona bygging skiptir fyrir samfélagið og væntanlega íbúa sem að flytja inn bara á næstu dögum. Jón Haukur, ég komin hérna í nýjan íbúðarkjarna í Snæfellsbæ. Já. Til hamingju með þetta. Takk hérlega fyrir. Hér verið að byggja heimili fyrir fatlaða. Já. Hvað eru margar íbúðir? Íbúðirnar eru 5. 5. Og það bara einn í hverju íbúð. Já. Þetta svolítið mögnu bygging þegar maður kemur inn í hana. Hérna bárujárnið hérna innanhús og hún gengur í íbúðirnar hérna, er ekki? Þetta sem sagt svona þetta var teiknað upp sem svona aðkoman væri að þú kemur inn í svona innigötu. Þú veist að íbúðirnir eru sem sagt svona hver fyrir sig innangengt frá innigötu. Þetta einmitt þannig. Já, þetta svona í stílinn gráar flísarnar og bárujárnið og hérna þetta rauða stálið hérna. Þetta svona gert þannig að þú veist það svona ennþá, þetta ekki gert heimilega þegar þú ert komin inn. Já, leið út komin inn og dyrnar að íbúðinni. Þá ertu komin inn á heimilið. Það sem sagt heimilið þitt sem íbúi hér. Mér finnst ég fá svona pínu svona útlanda tilfinningu. Ég veit ekki hvort að sem góð, sem sagt. Ég veit ekki skrítið kannski að setja það þannig upp, en þetta svona einmitt eins og þú segir, svona inni úti hérna. Svo svona alrými hér pínu. Hvað er það hugsað? Sem sagt þegar maður kemur hérna inn þá þessi innigata sem tekur á móti manni og svo gengur maður hérna til vinstri, þá erum við með svona sólskála. Þá munum við kannski innrétta hann með ákveðnum borðum og stólum og svona. Og þar gæti fólk hist og spjallað, spilað, drukkið kaffi saman. Já, eða bara notið þess að kíkja út gluggana og hort út á Breiðafjörðinn eða, já, bara margt. Þetta svona, hvað segir maður, fjölnota rými. Mér finnst það mjög sniðugt af því að þú ert með eldhús og salerni og allt saman bara í fullbúnum íbúðum hérna. En ef að þú vilt eitthvað samskipti við aðra íbúa þá getur þú farið fram og kannski sé ykkur fleiri sem Já, það einmitt þannig. Þú veist það kannski geta talað sér saman eða að borða saman frammi í sólskálanum í kvöld eða í fyrramáli eða í hádeginu. Þú veist, þá hægt að fara þarna fram og kannski setjast niður og snæða. Hvað er það sem svona íbúðarkjarni gerir fyrir samfélagið og fyrir íbúana sem væntanlega íbúa? Fyrir væntanlega íbúa er þetta bara frábært að komast út í sitt eigið húsnæði. Þar sem margir hér í Snæfellsbæ hafa búið inn á foreldrum lengi. Og þetta hefur bara verið vöntun í mörg ár, fjölda ára hérna á Snæfellsnesi. Og þetta gerir það bara að verkum líka að þetta stuðlar sjálfstæðri búsetu og sjálfstæðri lífi. Að einstaklingar sem koma inn eru að fara að búa í sínu eigin heimili. Þeir ráða þessu sjálfur. En með stuðningi eins og þeir kjósa? Með stuðningi frá Félags- og skólaþjónustunni, verða starfsmenn hér, með stuðningi að hjálpa til við að elda, hjálpa til við að þrífa, hjálpa til að fara út í búð og læknis og bara margt fleira, sko. Já, bara það sem hver og einn svona þarf og eftir þeirra þörfum, já. En svo þetta að stuðla að sjálfstæðri búsetu, þannig að þetta verður líka ákveðin sem sagt hæfing í það að ná kannski að elda sjálfur, ná kannski að setja þvottavél sjálfur og auðvitað fara í sturtu sjálfur, auðvitað með aðstoð. En þetta þessi sjálfstæða búseta sem við erum að stuðla að hér. Félags- og skólaþjónustan, hún ekki bara í Snæfellsbæ, þetta svolítið margt samstarf hérna á Nesinu. Við sinnum öllu Nesinu. Við erum sem sagt Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga og þetta byggðasamlag í eigu sveitarfélagana á Nesinu, Snæfellsnesi, sem sagt Grundarfjarðarbæjar, Stykkishólms, Eyja og Mikla og Helgafellssveit og auðvitað Snæfellsbæjar. Þetta eru 5 sveitarfélög sem koma að þessu og 5 sveitarfélög sem koma að þessu verkefni. En eru þá íbúarnir hérna, eru þeir af öllu Nesinu eða eru þeir bara á Snæfellsbæ? Það hefði getað verið íbúar allir Nesinu, en út af því að það fengur allir að sækja allir þeir einstaklingar sem væri með fötlunargreiningu og með viðmiðin sem féllu undir það að geta sótt hérna. En eins og staðan núna eru flestallir íbúarnir að koma úr Snæfellsbæ. Voruð þið ekki hrædd að kæmi eitthvað svona hrepparígur á milli, eða þú væru hérna 5 íbúðir? 5 sveitarfélög, þetta væri Nei, alls ekki. Þetta einstaklingarnir á Nesinu þekkjast alveg mjög vel, síðan úr grunnskóla, framhaldsskóla og úr skammtímavistunum sem hafa verið hérna á Nesinu og lengra, Já, þannig að það mikið starfi nú þegar samstarf á milli. Og það gott samstarf, við erum með 2 dagþjónustur í gangi, ein hérna inn í Ólsvík sem smiðjan og ein inn í Stykkishólmi sem heitir Ásbyrgi. Og það gott samstarf þar á milli og dagþjónustan mjög duglegar að hittast öðru hvoru og gera glaðan dag og svona vinna saman.
og þið eru að fara að flytja inn hérna núna á næstu dögum, er ekki mikill spenningur á meðal íbúa? Jú, það er mikill spenningur meðal íbúa og bara í samfélaginu líka. Fólk er að hlakka til að sjá líf í þessu húsi og sjá hvernig þetta muni braggast hérna í Ólafsvík og í Snæfellsbæ.